Þetta er mjög svekkjandi tap. Ætlaði að ímynda mér að þetta hafi verið á móti Svíþjóð í dag. Komið svolítið fysikal inn, Svíþjóðir þennan leik. Já, þeir eru mjög sterkir og við erum margar stóra leikmenn, þeir eru mjög góðir. Við erum sérstaklega fókus á. Við erum ekki með sérstaklega stór slið, þannig við erum að passa íta þeim út og frákvæmta yfir þá og já, við erum bara líkamlegir. Nokkrir mjög líkamlegir leikir sem hafa verið að spila, ég meina Danmörk sérstaklega og Finnland líka. Finnland líka. Já, það er engin þreyta að berja svona dag eftir dag á móti sterkum liðum, virkilega. Jú, sérstaklega í minni stöðu þá er ég náttúrulega sett, þannig að ég þarf að takast á þessa stóru stráka hérna sko. Þannig að þetta er alveg erfitt, en maður reynir bara að berja sig gegnum þetta. Hvernig finnst þér liðið hafa verið að koma saman á þessu móti? Bara mjög vel. Þetta er mjög góður hópur. Við þurfum bara að fara aftur heim og sjá hvað við getum bætt okkur og koma inn aftur sterkar tilbaka bara. Sérðu eitthvað svona framfarir hjá liðinu svona leik frá leik? Já, við reynum alltaf að bæta okkur eftir leikina og við reynum að sjá hvað við getum gert betur og koma sterkar í næsta leik. Aðstæðurnar í Kiesa-Kallio til að æfa skoðaleiki og svona, hvað gefur út fyrir það? Bara mjög góðar aðstæður. Við erum með fundarherbyggi sem við erum búin að vera með og við getum farið yfir leikina, segja hvað við getum bætt okkur í. Og já. Það er búið að vera lærdómsrík vika með 180 Algjörlega. Hvernig sérðu, þú veist, hvað náttúrulega leiðilegt að þið farið ekki á Evrópumót þetta árið, en er ekki gott að vera samt komin á stað með landsliðinu? Jú, það er geggjað. Það er gott að koma þess út og aðeins að gleyma COVID í smá stund. Fara út og keppa. Það er mjög gaman. Frábært, takk.